Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 14. september, er 13. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins er miskunnsami samverjinn, náungi minn. Í lexíunni er frásögnin þegar Kain drap Abel. Í pistlinum stendur: Þið elskuðu, elskum hvert annað því kærleikurinn er frá Guði. Og í Guðspjallinu segir Jesús hina vel þekktu sögu miskunnsama samverjan. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Lexían fjallar fórnir bræðranna Kains og Abels og afbrýðisemi sem leiddi til morðs. Forsagan er að vegna syndar gátu Adam og Eva ekki verið áfram í garði Guðs. Eftir að hafa verið leitt út úr garðinum tók hinn harða lífsbarátta við að yrkja jörðina til að hafa í sig og á. Af þessari frásögn getum við séð að þrátt fyrir afbrot þeirra hefur kærleikur Guðs og umhyggja fylgt þeim áfram. Kannski var Guð að gefa þeim annað tækifæri. Að minnstakosti færðu bræðurnir fórnir og Guð var í persónlegu sambandi við þá báða. Það að bræðurnir færðu fórnir segir okkur að þeir hafi haft fyrirmæli hvernig bæri að framkvæma þær og bera fram fyrir Guð. Því að fórnirnar voru settar fram fyrir Guð og voru framkvæmdar til þess að sýna vilja sinn til að þóknast Guði. En heyrum frásögnina sem úr 1. Mósebók, 4. kafla. Einhverju sinni færði Kain drottni fórn af ávexti jarðar. Abel færði einnig fórn af frumburðum hjarðar sinnar og feiti þeirra. Drottinn gaf gaum að Abel og fórn hans en leit ekki við Kain og fórn hans. Þá reiddist Kain mjög og var þungur á brún. Drottinn sagði við Kain: Hví reiðist þú og ert þungur á brún? Er ekki svo að þú getur verið upplit stjarfur ef þú gerir rétt? En gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig, en þú getur sigrast á henni. Þá sagði Kain við Abel bróður sinn: Göngum út á akurinn. Og þeir voru á akrinum, réðst Kain á Abel bróður sinn og drap hann. Þá sagði drottinn við Kain: Hvar er Abel bróður þinn? Og Kain svaraði: Það veit ég ekki, á ég að gæta bróður míns. Drottinn sagði: Hvað hefurðu gert? Blóð Abels bróður þíns hrópar til mín af jörðinni. Þess vegna skaltu vera bölvaður og burt rekinn af jörðinni sem hefur opnað fyrir munn sinn og tekið á móti blóði bróður þíns þú útheltir. Þegar þú yrkir jörðina skal hún ekki framar gefa þér uppskeru sína. Landflótta og flakkandi skaltu vera á jörðinni. Kain sagði við drottinn: Sekt mín er meira en svo að ég fái borið hana. Nú hefur þú rekið mig burt af landinu, ég verð að fela mig fyrir augliti þínu, landflótta og flakkandi jörðina. Þá getur hver sem finnur mig, drepið mig. Drottinn sagði við Kain: Svo skal ekki verða. Hver sem drepur Kain skal sæta sjöfaldri hefnd. Og drottinn setti merki á Kain til þess að enginn sem rækist á hann dræpi hann. Og Kain gekk burt frá augliti drottins. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins miskunnsami samverjinn, náungi minn. Hversu sönn eru þessi orð Guðs? Ekki svo að þú getur verið upplit stjarfur ef þú gerir rétt. En gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar.
Hún girnist þig, en þú getur sigrast á henni. Gjörðir okkar skiptast í 2 flokka, rétt og rangt. Enginn getur verið hlutlaus og öllum ákvörðunum fylgir ábyrgð. Það sé hann ólíkt hvernig menn höndla þessa ábyrgð. Það að bera vísvitandi fram ranga fórn bar hvorki vott virðingu eða lotningu fyrir Guði, og reiðinni sem gaus upp hjá Kain vegna þess að fórn hans þóknaðist ekki Guði, beindi hann ekki að Guði heldur Abel. Reiðin varð síðan af afbrýðisemi og leiddi til morðs. Við sjáum fjöldamörg dæmi þessa í veraldarsögunni og lífinu, að menn vita hvað þeir eiga að gera, velja að gera þveröfugt, og þegar það fær ekki hljómgrunn eða virkar ekki eins og sá ætlaðist til, þá er reiðin látin bitna á öðrum. Eins og kom fram í lexíunni þá vissi Guð strax hvað hafði gert. Kain neitaði sök í fyrstu, en enginn getur falið sig fyrir Guði, sem dæmdi hann til þess að vera landflótta. Kain hafði þá mestar áhyggjur af því að verða drepinn, eins og bróðir hans. Þegar hér er komið við sögu getum við séð Guð í hlutverki miskunnsama samverjans, sem bjargaði lífi þess sem gat ekki hjálpað sér sjálfur. Guð setti merki á Kain eins og miskunnsami samverjinn kom slasaða manninum í skjól. Guð sýndi Kain kærleika þrátt fyrir brot hans og þrátt fyrir að orð hans bæru ekki með sér nokkra iðrun. Öll brjótum við af okkur. Brotin eru misalvarleg, en Guð sagði við Kain: Geri þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig, en þú getur sigrast á henni. Það er hægt að breyta stefnu í lífinu. Það gæti kostað átök, en það er hægt. Þá þurfum við ekki að fela okkur fyrir Guði, eins og Kain orðaði það. Hann ætlaði greinilega ekki að iðrast og gera yfirbót, því að sá sem iðrast játar brestina, biður Guð að hjálpa sér að falla ekki í sömu gryfjuna aftur og aftur, og þarf þá ekki að fela sig fyrir Guði. Þeir bræður voru ólíkir, annar hlýðinn og trúr treysti Guði en hinn ekki. Enn einu sinni fáum við að sjá andstæður góðs og ills, í formi þess að gera rétt eða rangt, vera réttlátur eða ranglátur. Í Hebreabréfinu segir Páll: Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain, af því að hann treysti Guði, og fyrir trú fékk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur. Það kemur fyrir alla að taka rangar ákvarðanir í veraldlegum málum. Röng ákvörðun þarf ekki að vera af hinu illa, en fái hinn ranga ákvörðun að vefja upp á sig, þá geta menn lent á villigötum. Þess vegna leggur Guð áherslu á kærleikann, því kærleikurinn fyrirgefur, gefur ný tækifæri og treystir vináttuböndin. Kærleikurinn elur af sér umhyggju, stuðlar að friði, sáttfýsi og samlyndi. Í kærleiksríkum samböndum og samfélögum líður öllum vel. Guð er kærleikur stendur í pistli dagsins, því að hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Guð sýndi hversu kærleiksríkur Guð hann er þegar hann fórnaði einkasyni sínum til að friðþægja fyrir syndir okkar. Því við erum sköpun hans og hann hefur elskað okkur frá upphafi. Hann vill að við elskum hvort annað. Dæmisagan miskunnsama samverjan fjallar kærleika sem er veittur
án þess að ætlast til endurgjalds. Jesús sagði þessa sögu til að svara spurningunni: hver er náungi minn? Samverjinn hafði gengið fram á mann sem hafði verið rændur og lá slasaður og ósjálfbjarga í vegkantinum. Prestur og leviti höfðu gengið hjá án þess að veita honum hjálp. En sá sem þeir tveir litu niður á bjargaði lífi mannsins, og það af einskærum kærleika og umhyggju fyrir þeim sem þurfti á hjálp að halda, og án þess að ætlast til endurgreiðslu. Já, Guð vill fremur miskunnsemi en fórnir. Lögvitringurinn sem upphaflega ætlaði að freista Jesú varð að viðurkenna að sá sem gerði miskunnaverkið, sá sem hjálpaði manninum í neyð sinni, hafði reynst náungi hans. Svo hvað merkir hugtakið náungi þá annað en að vera sá sem er nálægur, sá sem hefur tækifæri til að veita aðstoð. Í þessari dæmisögu er hugtakið náungi jákvætt og felur í sér, samkvæmt orðum Jesú, þá merkingu að vera hjálpsamur og greiðvikinn, jafnvel þó það kosti eitthvað. En í orðskviðunum segir höfundurinn að það sé ógæfa þín ef náungi þinn nái valdi yfir þér. Og eins og við heyrðum í dæmisögu Jesú, þá eru ekki allir náungar hjálpsamir eða miskunnsamir. Já, þema dagsins er miskunnsami samverjinn, náungi minn. Í dag er dagur kærleiksþjónustunnar, en svo vill til að textar dagsins eru ólíkir. Einn illvirkið þegar Kaín drap Abel, kærleiksverk miskunnsama samverjans, og svo fengum við áminningu að við ættum að elska hvert annað. Eða eins og tvöfalda kærleiksboðið segir okkur, að elska Guð og elska náungan eins og okkur sjálf. Lögvitringurinn spurði Jesú: hver er náungi minn? Og svar Jesú var: sá sem er þér nálægur, sá sem þú mætir á lífsleiðinni. Hann þarf ekki að vera í neyð, en þurfi hann aðstoð og getur þú veitt hana, þá fetar þú í fótspor miskunnsama samverjans og gleður Guð á himnum. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.